Já, það framundan aðalfundur Leikfélags Reykjavíkur og þá verður kosið til stjórnar. Oft það gert nú bara þegjandi hljóðlaust. Það eitthvað fólk sem borið fram og það valið, en nú verður kosið og ástæðan svo að Páll Baldvin Baldvinsson, hann í framboði til formanns stjórnar og hann hingað kominn. Þú svona stjórnarandstöðu framboð. Ég veit nú eiginlega ekki hvort ég ætti að segja það. Það búin að vera sá háttur í leikfélaginu, nú hundgamalt félag, stofnað 1897, og var í upphafi svona borgaralegt félag. Það kom saman í það menn af öllum stéttum til dæmis, kaupmenn og verkakonur og þetta félag stóð fyrir náttúrulega starfsemi í Reykjavík á áhugamannagrundvelli. Þó að menn fengju borgað eitthvað smáttur í fyrir sýningar. Alveg fram til 1964 að þá var það Geir Hallgrímsson sem að eigur þannig í styrkin að það eru ráðnir 4 leikarar. Og síðan náttúrulega hefur þetta þróast að leikfélagið byrjaði strax upp úr því að Þjóðleikhúsið fór í gang, þá byrjuðu menn að tala það verður að byggja borgarleikhús. Þannig að þetta ein af þessum hreyfingum Reykvíkinga sem að hleyptu í gang byggingu Hljómskálans, borgarleikhúsi, tónlistarhúsi, merkilega hreyfingar vegna þess að þær spretta upp úr bæjarlífinu, menn fatta það að það þarf að vera aðstæða til þess að geta spilað almennilega á fiðlu og staðið á sviði. Þær breytingar urðu hjá leikfélaginu 2000. Það hafði verið meira minna lokað félag starfsmanna leikfélagsins og borgarleikhússins síðar, en þá komu upp ákveðnar deilur í félaginu sem að urðu til þess að það var gerð breyting á félaginu og það var opnað öllum. Það getur sem sagt hver sem gengið í félagi í dag, það rúmlega 100 mann sem í núna og það mestanpart fólk sem tengt leiklist á einhvern hátt. Eru bara 100 manns í félaginu? Já, rúmlega það. Síðast þegar ég hafði spurnir á því sem að var í vor. Við vitum ekki í rauninni alveg hvaða fólk það vegna þess að okkur hefur ekki verið veittur aðgangur að félagaskráni. Sú stjórn sem að nú situr, hún álítur það ekki vera leyfilegt. Ég vann þarna í nokkur ár, frá 91 til 95 og var síðan kallaður til aftur til starfa í stjórninni og kosin formaður þar rétt fyrir aldamótin. Þannig að ég hef unnið þar með 3 framkvæmdastjórum, 4 leikhússtjórum og gríðarlegum fjölda listamanna. Má ég aðeins spyrja, þú sagðir kallaður til, varst þú kallaður til út af þessum erfiðleikum sem voru í stjórninu aldamótin? Já. Og hverju voru þeir erfiðleikar? Þeir erfiðleikar voru þess eðlis að það urðu leikhússtjóraskipti. Sigurður Hróarsson hætti eftir 5 ára starf. Ég hafði unnið með honum þá í 4 ár af þeim tíma og stjórn leikfélagsins þá undir forystu Kjartans Ragnarssonar að fengnum auglýstum starfinu ákvað að ráða Viðar Eggertsson og Viðar Eggertsson ákvað að endurskipuleggja leikflokkinn og segja þar upp hópi nokkrum leikurum sem hafðu starfað þar alveg frá 1968. Og á þessum tíma var náttúrulega nándin í stjórninni svo að þar var meira og minna allt saman starfsfólk, félagar, vinir, samstarfsmenn og það kom flótti í stjórnarlið þegar að þessu var mótmælt á félagsfundi og það var talsett mikil harka í þessu máli, enda mjög persónulegt. Og það var til þess að Þórhildur Þorleifsdóttir var ráðin og hún starfaði þar í 4 ár, ef ég man rétt. Og þá var ákveðið að opna félagið og setja takmarkanir á setu starfsmanna í stjórninni.
sem leiddi til þess að það voru sóttir kraftar hingað og þangað samfélagið. Inga Jóna Þórðardóttir var gerða formanni og satt þar í nokkuð tíma, mótaði lög og stjórn. Þorgerður Katrín kom í kjölfarið og var þar í nokkuð tíma og þegar hún vék yfir í annað leikhús þjóðarinnar, að þá tók Eggert Benedikt Guðmundsson við og núna að ljúka sínum formansferli. Þannig að það var alveg fyrirsjáanlegt að það yrðu formannaskipti og stjórnarskipti. Stjórnin ætlar, sú sem situr núna, hún ætlar öll að hætta, þannig að það verður að þurft að endurnýja að stóru leyti. Akkur það? Bara vegna þess að fólk kaus það búið að sitja þarna sumt. En stundum það talið vera gott að verði svona, því kallað stofnanaminni, að það sé eitthvað svona minni í stjórninni, þannig að allir hætti ekki á sama tíma. Það mjög nauðsynlegt, það einn maður Björgvin sem ætlar að halda áfram og býður sig fram í varaformann og verður það. Fyrst að það framboð sem að ég stóð fyrir, þeir sem að voru með mér í frambóði, þeir ákváðu allir þegar að frambóðið var gert opinbert, daginn eftir að það var gert opinbert, meira og minna að draga sig tilbaka. Af hverju? Það dálítið torvelt að segja það í þeim samtölum sem ég hef átt við það fólk, þá hefur það gefið upp mismunandi ástæður, persónulegum ástæðum, ekki að lenda í átökum. Einn frambjóðandana var á báðum listunum, bæði þeim lista sem að svokölluð kjörnefnd undirbýr og það sá listi sem núna í frambóði. Karen María ágætis kona sem að var eftirsóttur starfskraftur í stjórnuna og var á báðum listunum, játaðist að koma í okkar frambóð. Hún gaf sig líka í frambóð kjörnefndarlistans og hún kaus að vera á öðrum listanum. Þannig að þetta bara eins og gerist í öllum félögum. Það voru þá viðbröðum þannig að þegar var ljóst að þú kemur með þitt framboð og þetta fólk með, að það var fyrir svona, talað að það væri að búa til úlfúð og svoleiðis. Þannig að því að þú segir að allir hættist. Já, ég meina, ég hef bæði heyrt þá skýringu hjá fáum að það stemdi í átök. Ég hef heyrt að ég sé að standa fyrir hallarbyltingu sem náttúrulega merkilega hlaðið hugtak. Fyrir hverju stendur þú? Ég stend náttúrulega bara fyrst og fremst fyrir það að ég vil að Leikfélag Reykjavíkur verði aftur virt félag. Það hefur verið talsverður drungi yfir félaginu og lítil starfsemi í því undanfarin 25 ár. Ég álít það algjörlega nauðsynlegt upp á framtíð félagsins í húsinu og á vettvangi sviðslistana í landinu að það sé virt. Það sé sem sagt félagsstarf, lög félagsins séu virt, það beiti sér sem eining í sviðslistalífi landsmanna sem hefur þann tilgang. Og það meðal annars þess vegna sem að ég býð mig fram að ég álít að ef að félagið vill halda stöðu sinni og forystu í sviðslistalífi þjóðarinnar, að þá sé mjög nauðsynlegt að það sé sterkt félag. Að öðru kosti þá verður Borgarleikhúsið bara að stofnun. Reykjavíkurborg hefur ekki nokkurn áhuga því að reka Borgarleikhús. Þannig að leikfélagið verður að reka það? Já. En gegnum tíðina þá kom leikfélagið með svona sjálfsaflafé, stóð fyrir alls konar söfnunum, revíusýningum í Austurbæjarbíói og alls konar hlutum. Ertu að tala að félagið sé virt að svona þvíleiti, að það afli fjár samhliða því sem tekur við stuðningi frá Reykjavíkurborg? Svo ég leiðrétti þig aðeins. Já. Hlutur Leikfélags Reykjavíkur í byggingu Borgarleikhússins, stórlega á mittinn, hann var fyrst og fremst arfur frá Silla og Dóru konu hans á sínum tíma 1980 900 milljónir. Það var lunginn af þeim sjóði sem að leikfélagið lagði inn í bygginguna. Þó að leikfélagið hafi í langan tíma
frá því miðjan 7. áratuginn verið partur af þeirra frumkvæði í því að það yrðilegst borgarleikhús var það að halda þessari meðvitund gangandi í Reykjavík, að það væri söfnun í gangi, það þyrfti að leggjast allir á eitt það að hér risi almennilegt borgarleikhús sem að gerðist síðan meðal annars vegna þessa áróðustarfs arfs Silla og Dóru og síðan náttúrulega pólitísks vilja. Davíð Oddsson, það sagt að hann hafi snúið sér að borgarverkfræðingi og spurt hvað kostar eitt stykki borgarleikhús? Já, það svona eins og Skúdóri. Og þar með var ákvörðunin tekin. Davíð sá til þess að þetta hús var reist. Ingibjörg Sólrún sá til þess að viðbótarsalurinn var reistuð ásamt Þórhildi Þorleifsdóttur í hennar stjórnartíð. Þær eiga þá köku óskipta. Og síðan náttúrulega gleymum við alltaf vegna þess að það var bakhjarl að þessari byggingu sem voru Reykvíkingar sem borguðu skatta. Þannig að við skulum halda bara hlutunum í réttri röð. Við þekkjum svona dæmi af það sem er almennt félag sem er í einhverjum rekstri með stuðningi frá opinberra. Við getum nefnt bara S.A. sem er með almennt félag sem rekur heilbrigðisstarfsemi sem er studd af ríkinu en hefur sitt eigið aflafé, SIBS og Reykjalundur og bókmenntafélagið, fornleifafélagið. Viltu að þetta félag sem er núna bara orðið 100 manna, að það sé elt þannig að það hafi svona félagslegt bolmagn og styrk til þess að vera þá það fyrirbrigði sem að leiðir borgarleikhúsið áfram. Því annars gæti þetta verið opinber stofnun, þetta gæti verið svona í höndum starfsmannanna, að það þurfi þessi gott fyrir félagið. Það þarf félagskap til þess. En við skulum bara horfa á hina sögulegu staðreyndir. Þegar til þess kemur að búið að reisa borgarleikhús og Leikfélag Reykjavíkur fær þar inni og fær í rauninni enga rétt á rekstri þar 10 mánuði á ári. Borgin ætlaði að vera með ráðstefnuhald þar í 2 mánuði yfir sumartímann sem að varð aldrei. Þá var því skammtað rekstrarfé. Það rekstrarfé dugði ekki til þess að reka fullan leikhúsrekstur í húsinu. Og það hefur verið allar götur síðan. Að ef að Leikfélag Reykjavíkur 1 ætti að reka þetta hús sem fullburða leikhús 12 mánuði á ári, þá hefur það ekki fjármagn til þess, það hefur ekki stuðning til þess. Þess vegna var það algjörlega ljóst þegar að við gengum frá nýjum samningi við Reykjavíkurborg 1995 að við erum að gera ráð fyrir því að taka inn í húsið aðra leikhópa. Og samkvæmt nýlegri skýrslu þá það svoleiðis að það eru 10 leikhópar á hverju ári sem að sækja að komast með sýningar sínar inn í borgarleikhús í einhvern af þessum 3 sölum. Sami hópur hann að sækja inn í þjóðleikhús og við sjáum það bara á bæklingunum sem eru bornir út á hverju ári verkefnavalið að leikhúsin bæði þau fungera ekki nema sjálfstæði leikhópar komið þangað inn. En er það ekki bara ágætt að því það er bara alveg ljómandi gott. Að sömuleyti þetta líklega vaxandi ágengni sjálfstæðra hópa inn í borgarleikhúsið vegna þess að sviðum hefur fækkað og það er Tjarnarbíó og það er löngu sprungið. Já. Hvaða líkur eru það? Ég sá sýningu með Gaflararleikhúsinu, það er komið inn í borgarleikhúsið. Já. Fyrir utan það að það var gerður samningur milli menntamálaráðuneytisins Reykjavíkur og Leikfélags Reykjavíkur að taka íslenska dansflokkinn þangað inn. Hann er búinn að vera þar núna í fjölda ára og er ekkert nema prýði í rekstrinum. Þannig að það er eitt að Leikfélagið fari að líta ekki bara á sitt hlutverk sem rekstrareiningu eigin sýninga í húsinu, heldur berið það í rauninni ábyrgð á því að fjölbreyttari starfsemi hún eigi sér staðar. Það er góður húsvörður í leikhúsinu. Það er það sem að planið verður að vera. En er þetta ekki svona? Þetta er svona öðru leitin því að núna eru áætlanir upp það að íslenski dansflokkurinn á einhvern tímann á næstu 10 árum. Þá fari hann í nýtt hús sem að ríkið ætlar að reisa við Sálfólksgötu sem er viðbót við Þjóðleikhúsið.
alveg eins og ríkið búið að taka ákvörðun það að óperustarfsemin, hún fari líka inn í Þjóðleikhúsið. Á sama tíma við erum búin að sjá það á síðustu 25 árum að það búið að semja cirka bát 30 nýjar íslenskar óperur sem að sjálfstæðir hópar eru að sína hingað og þangað bæinn. Já, þessi Borgarleikhúsinu í Tjarnarbíó, í gamla sjálfstæðishúsinu og í Gamla bíói og út allt. Kirkjum. Já. Þannig að það svona plattformið sem að ég vil standa að. Til þess að Leikfélag Reykjavíkur hafi fyrsta lagi órofa stöðu í þessu húsi, þá verður það að kannast við það að það á og því ber að taka inn þá hópa sem eru mannvænlegasti til þess að skila almennilegum sýningum. Nú jafnframt þá náttúrulega hefur það aðra skildur eins og til dæmis það, en þess að það hefur alltaf verið alþýðuleikhús eins og sagt er. Leikfélagið hefur þurft að sækja 60% af 40% af sínu aflafé í miðasölu. Og það er býstna hátt hlutfall. Og getur verið háskalegt, það getur gengið vel í 3-4 ár, en svo kemur ykkur... Svo kemur skellurinn. Já, kemur ykkur sýning sem ekki skilur. Og það er náttúrulega það sem að hefur verið, og Leikfélagið náttúrulega að vissan hátt í stöðinu núna orðið fórnarlamb velgengni sinnar. Vegna þess að eftir að við erum búin að sjá Matthildi, Billy Elliot, Mamma Mia, Ellie og Nýju líf, að það náttúrulega hugsaðum sér eigum við ekki bara að taka helmingin af eggjunum og setja þau bara í eina körfu. En svo getur skellurinn komið, og þó að þessi velgengni hafi veitt Leikfélaginu varasjóði sem er mjög gott, að þá er þetta mjög háskaleg, hættuleg braut að ganga. Líka vegna þess að þetta kallar á allt öðruvísi krafta heldur en þarf í annars konar leiksýningar. En heldur að fólk sé ekki að hugsa þetta er tvískiptsspurning, heldur að fólk sé ekki að hugsa þetta, svo aukaspurning, er þetta hlutverk leikhússtjórans eða stjórnarinnar? Þetta er hlutverk leikhússtjórans. Það er leikhússtjórinn samkvæmt lögum, þá er það hann sem að ákveður og ræður verkefnavalinu, hann vinnur fjárhagsáætlanir, bæði tekju- og gjaldaáætlanir með framkvæmdastjóra, en það er hins vegar stjórnin sem að samþykkir þær og ber á þeim alla ábyrgð. Og hefur meira að segja samkvæmt lögum leikfélagsins tillögurétt efnisval. Staðan er raunverulega þannig til dæmis í Ríkisútvarpinu að stjórnin þar ræður útvarpsstjóra og hann meira og minna ræður þessu. Hann ræður aldrei dagskráni og svona, þau eru aldrei að ræða dagskrá eða eina dagskrá áherslur held ég. Nei, þau gera það ekki. Nei, þannig þau geta bara rekið útvarpsstjóran eða eru ósátt við hann og þurfa að hafa þá töluverða ávirðingar til þess að geta gert það. Það er samt sem áður í lifandi samstarfi stjórnar, hvernig sem hún er. Og þeirra sem að fara með framkvæmdavaldið og fjármála tillögunar og leggja áætlanina fram, þá er það náttúrulega í mannlegu samfélagi það að fólk tala saman. Menn geta sagt fyrirgefðu, ég fór og sá þetta sem við vorum að samþykkja í fyrra, mikið djöfull var það lélegt. Býtu, hvað gerðist? Hvað fór út þúr? Við vorum hér með áætlunum það að þetta kosta X upphæð og það þetta koma í inn, en það eru bara 3 sýningar og enginn er að koma á þetta vegna þess að það spyr svo illa út. Já, Palli minn, það bara að reynir 5 sinnum og í 4 skipti gengur það og 1 skipti gengur það ekki. Það verður svarið svo ferð. Það sem ég er að velta með hverju mun að breyta þó að það komi annað fólkin í stjórnina? Að því sjálfu sér hverju mun að breyta? Þetta er náttúrulega söguleg spurning. Það hefur verið svoleiðis alveg frá því að leikfélagið varð atvinnuleikhús og raunar fyrir þann tíma að stjórnin hefur verið það innvikluð inn í fyrirætlanir og framkvæmd leikhússtjórans að hann hefur fundið fyrir því allan tíman. Þegar að inn voru kallaðir viðskiptafræðingar sem hefðu verið í atvinnulífinu og lögfræðingar sem hefðu verið í atvinnulífinu eða í pólitísku lífi,
að þá náttúrulega var bara tekin svo ákvörðun við ætlum ekki að hafa áhuga eða skoðanir á einu eða neinu, við stöndum fyrir utan þetta og ég álíta það sé ekki hvorki félaginu í nýja starfseminu hollt. Vegna þess að í ritstjórn eins og, þetta bara ritstjórn, eins og þú kannast við, þá náttúrulega lifandi díalógur. Innan ritstjórnarinnar, sem þá innan starfsmannahópsins. Já, innan starfsmannahópsins og hjá þeim sem að hafa raunverulegan áhuga á rekstrinum. Sem að geta verið bara áhorfendur eða lesendur eða... Já, áhorfendur, lesendur, eigendur. Ég einstundur reynt að útskýra fyrir fólki að ritstjórn í sjálfum sér lýðræðislegt fyrirbrigði að því hún vinnlifir út í samfélaginu og hún verður að hafa eitthvað innan hvernig hún starfar inn í hópsins þá þarf að ná, þannig að hún nái að gera sem mest og best og teygja sig sem lengst og halda sig á tánum og allt þetta, en hún hefur aðhald allstaðar að úr samfélaginu. Já, og það í sjálfum sér svona lýðræðislegur vettvangur. Hún sækir efni sitt náttúrulega út í samfélaginu. Já, þannig að það stórlega ofmyndi það að þú veist hver í stjórn Árvakurs eða Sýnar, hvaða áhrif þau hafa á starf ritstjórnar. Já, ég held að það fari nú ákvæmlega mikið eftir því hvernig persónur ritstjórar Morgunblaðsins voru á hverjum tíma. Vilhjálmur Fimmsen, hann hafði náttúrulega gríðarlegan áhuga á því hvað birtist í blaðinu. Og þegar að pólitísku ritstjórnir komin í moggan, þá var þeirra erindi fyrst og fremst að gæta ákveðna pólitískra hagsmuna. Og það verður ekki breyting á því í rauninni þó að þarna séu inni menn sem að höfðu rauninni ritstjórnarlegt vald eins og bara Gísli, Árni Óla. Ég meina Árni Óla bjó lesbókina til, Gísli Sigurðsson og núna síðast vinur okkar sem að ritstýri núna Bændablaðinu. Þetta voru menn náttúrulega sem að voru með ákveðið efnislegt agenda. Þeir vildu sjá blaðið svona á sama hátt verður að vera stjórn sem að ræður yfir stærsta leikhúsi landsins sem að hefur skýrað sína því hvað hún vill að komist á svið. Við eigum ekki að leggja áherslu á erlenda innflutta söngleiki, við eigum að búa til okkar söngleiki. Við getum keypt fyrir skít og priki erlend amerísk leikrit eða bresk. Vegna þess að við erum á því málsvæði að okkar fólk les þessi tungumál. Það hefur minni áhuga á tyrknesku leikhúsi eða suðuramerísku leikhúsi. Af því að það hefur ekki tungumála getu til þess að skynja hvað í þeim verkum. Þess vegna eru við mest að leika amerísk og ensk leikrit. Það er ekki einu sinni að við séum að leika dönsk. Við lifum náttúrulega í amerísku öld. Já. En fyrir bragðið, við erum með hópa fólki sem að vill skrifa leikrit á íslensku sem fjalla íslenskan raunveruleika. Við eigum að sjá til þess að þau verk berist áhorfendum okkar. Við þurfum að sýna ákveðnum þjóðlegum arfi eins og það kallað sem bara líf fólks í landinu fyrir börn og unglinga. Ok, nú held ég skilji að hinga til hefur skilaboð stjórnarina verið það við leikhússtjórann, þú verður að bara reka þetta með sem mestum glæsibrag. Það við skilaboðum það að þú verður bara ná inn sem mestu í kassan, verður að fá sem flesta áhorfendur til þess að hér geti verið líf í húsinu. Það sem þú vilt að segja að þú verður að reka þetta vel, en þú verður að hafa einhverja listræna stefnu sem að þjóna samfélagin sem við búum í. Við viljum meira af íslensku verkum, við viljum meiri af að sækja út fyrir engilsaxneska heiminn, við viljum að sé meiri list, að leikfélagi meira erindi við samfélagið, annað en að búa til bara huggulega kvöldstund og eins og það séu að selja eitthvað konfettkassa. Já, ég meina, ef við horfum á það, hvaða sögu var verið að segja í Elli, hvaða sögu var verið að segja í Nýju lífum. Það var bara að strákur úr heimunum og stelpa svona með sjó. Það var sagan sem var verið að segja okkur, þó það verið að keyra í dægulega hlutunum að þessum verkum, þá var verið að keyra ákveðinni nostalgíu fyrir gömlu lögin, sungin og leikin. Og það eru formúlur sem að náttúrulega ganga vel út allan heim. Og hafa verið gerðar út allan heim, sambærilegar sögur, tekið svona einhver söngbók frá einhverjum poppurum og búið til söngleikt. Já, ég meina það búið að vera að gera það alveg frá því. Þú ert ekki að finna því? Nei, ég finn ekki. Það frekar að innflutningi á Moulin Rouge. Ég finn ekki að því. Ég álít að það sé söngvasafn í landinu sem dugir minnstakosti í 6 íslenska söngleiki.
Það kannski ég þarf ekki að telja það upp hér, en ef ég verð formaður þá skal ég koma skilabóðum. En það ekki nóg að segja góð söngbók, heldur þarf fólki að vera standa þjóðin einhvern veginn nærri hjarta og sumir hafa kannski svona hvað við segja, svona shaky sögu að þeir getur fyllt tónlistina en eru kannski ekki alveg. Já, þess vegna þarf að nota tónlist þeirra sem afgefa. Eins og Gylfi Ægisson, hann vantar ekki lögin hans. Það bara eitthvað við söguna sem Nei, ég meina, við getum alveg farið í gennum allan söngkatalógin alveg aftur í Inga T. Lárusson, sko. Já. Við getum gert það. En svo það verið dásalegt að sjá Megas á sviði, en fjármálastjóri myndi ekki mæla með því. Nei, en eins og sko En ertu að segja það að við verðum þá bara sem leikfélag að taka þá guðsu? Svo við tölum Magnús að sem náttúrulega 3 fræknir söngvahöfundar með stóran katalóg að það segir ekkit að það sé ekki hægt að búa til söngleiki úr þeirra katalóg ef þú ert með sögu til þess að setja lögin inn í eins og var náttúrulega á sínum tíma með Mamma Mia. Ég meina, það var engum í huga að vera þetta búið til söngleik úr ABBA-lögum nema stelpu í Bretlandi sem að hafði vann með þeim, að hafði unni með þeim og þurfti að því hann var áhuga konum hesta og Björn átti hest í London sem þurfti að fara með í útreiðatúr í Hyde Park á hvernig degi og hún sagði, má ég pröfa? Og hann sagði, endilega. Ég hef ekki mikla trúið því, en endilega. Hún fór upp í hillu og sótti franskt leikrið frá 18. öld og tók fléttun úr því og úr því var Mamma Mia. Já. Við eigum nógu ævintýrum. Já. Meiri segja bara á okkar tímum. En nú vísar í verk sem hafa verið sett upp í Borgarleikhúsinu, þannig að maður gæti sagt frá þessu sjónarhorni að svona heilt yfir, þó að segja kannski þetta að Moulin Rouge falli ekki inn í þetta, að þá heilt yfir hefur leikurinn bara gengið ágætlega þessari braut. Að búa til mikilvægar leiksýningar og ná mörgum inn í salin. Meiri segja sko að leikfélaginu gekk til dæmis ágætlega þegar Kjartani Ragnarsinni datt í huga búa til söngleik við frumsamda nýja tónlist Atla Heimi Sveinssonar stríðsálin. Það gekk alveg ljómandi vel. Þannig að við eigum bæði dæmin, ég meina Jónas og Jón Múli, þeir sömdu fyrir leikfélagi Delur í Búbúnis og það var leikið í 2 ár. Þannig að það alveg þetta tína dæmin sko til úr hinni áttin líka. Það var ekki reynt að endurflytja það daginn? Jú. Það gekk ekki? Nei, það tókst ekki vel. En það flókin? Það reyndist vera aldið orðið. Já, það mjög flókið að flytja hluti á milli menningar heima og að sömuleyti eitthvað sem að gerðist fyrir 50-70 árum Íslandi, það tilflutningur menningar heima. Það náttúrulega svoleiðis, ég veit ekki hvort þú ert áhuga söngleiki. Ég alveg delir í Búbóris og því ég átti stundu samtal við Gísla Rúnar sem hafði mikið draumum að ná þessu inn í nútíman. Og hann lýsti fyrir mér annmörkunum á því og mér sýndist í sýningunni sem var síðan sett upp að það voru allir annmarkandi vekkar. Já, hann velti þessu mikið fyrir sér. Við áttum einu sinni langt samtal í köldum bíl það meðan að hann var hér. En það er gríðalegt framboð af söngleikjum beggja vegna Atlantshafsins. Ástandið er reyndar orðið svoleiðis á Broadway núna að sko stærstur hlutaðum þeir skil ekki hagnaði. Ágallinn við söngleikina er náttúrulega bara fyrst og næst sá að þeir gera yfirleitt ráð fyrir alveg gríðarlega dýrum umbúnaði. Þeir kalla á mikla vinnu samanber Moulin Rouge sem er búið að vera í þróun frá því að það var frumsýnt 2017. Og ef maður fer inn á heimasíðu Moulin Rouge sem er til, þá áttar maður að segja á því að það er ekki einn danshöfundur að þeim. Þeir eru 7. Verkið er sem sagt það er búið að vera að bæta það alveg stöðugt frá því að það var frumsýnt. Enda náttúrulega er það sko, það er pródúkt sem er verið að sýna víða lönd og það er verk sem er þannig að þú kaupir pakkan. Þú fær tónlistina, þú fær dansinn, þú fær leikmyndina, þú fær búningana, það kemur gámur. Paint by numbers. Já. Gallinn við svoleiðis er náttúrulega að það er fundin leið til þess að búa til Moulin Rouge söngleikinn sem hægt að setja hvað sem er í Tyrklandi, í Suður-Ameríku, á Broadway og allstaðar. Japan, Asíu. Já, og sumuleyti er þetta, maður getur sagt að þetta er þá bara heimsmenning, en það er ekki alveg þannig að menning er eiginlega allavega tvískipt.
Það eitthvað sem að ferðast allstaðar og svo hitt eitthvað sem einhvern veginn lokal. Og það hérna, hvorugt getur verið á hinum staðnum. Michael Jackson hefði ekki slegið í gegn á sveitaballi á Fáskrúðsfirði. Þannig bara passaði ekki síldar á honum. Það passaði ekki í það. Og það sem að menn dönsuðu við og sungu þar og revjurnar sem það voru settar upp, þær myndu aldrei geta... Það eru óskiljanlegar. Það eru óskiljanlegar í öllum öðrum menningarsvæðum. Og þetta ákveðin svona kunst í að reka menningarstofnun. Af því að þú verður að, þetta það sem að Laxness sagði að ég þarf að vera sannur Íslendingur og sannur heimsborgari á sama tíma, var það ekki hann sem sagði til þess að ná því að láta þetta falla saman. Já. Sögur af heimaslóð þær geta orðið heimsögur. Já, geta orðið. Og verkefni okkar hérna heima að segja heimasögunar. Verkefni okkar hérna heima, af því að þú tönglast nú eiginlega á því að klukkutíma fresti á þessari stöð, að reyna að skilja heiminn. Samfélagið okkur sjálf. Já, okkar verkefni það hinn í sjálfsögu Leikfélags Reykjavíkur, þá rís hún hæst þegar það tókst að fá 5 menn til að skrifa sýningarhæf leikrit á öðrum áratug síðustu aldar og svo aftur upp úr 1960 eða 50. Það toppurinn. Þegar að leikfélagsmenn segja sína sögu og við verðum bara að horfast í augu við það að það eru ákveðin svæði sem að sviðslistir áttu, það heyrast engin útvarpsleikur lengur sko. Nei, það takmarkað hvað það að sjónvarpsleikritum. Við erum að sjá það að það möguleiki á því að næsta ár þá verði engar íslenskar kvikmyndir vegna þess að það voru hnökrar í fjármögnunar ferlinu. Við erum fara að horfast í augu við það að stór hluti af íslenskum listamönnum í kvikmyndaðina þeir eru aðalega þjónar við erlend fyrirtæki. Og hvað eigum við að gera þá þegar það æft á öllum götuhornum, við erum að tapa tungumálunum, við höfum ekki möguleika að segja okkar sögur, upplög bóka að dragast saman, þó allir sé að reyna að skrifa einhvers konar skáldsögur. Leikhúsið þarf að heimta höfundana aftur inn í húsin. Og maður sér það bara til dæmis á því sem Magnús Geir að gera, að hann stefnir alveg ákaft í þá átt. Fyrst og fremst vegna þess að hann komið þá rekstrarreynslu sem leikhússtjóri úr 3 leikhúsum, að það skiptir mestu máli fyrir íslenska áhorfendur að þeir heyri og horfi á íslenskar sögur. Og leikfélagið á óhyggjað að stiga í þá átt. Líka vegna þess að við sjáum það allstaðar í kringum okkur að það sama að gerast og þarf að gerast hér. Menn eru að búa til lokal-sögur sem endurspegla samfélagið, átök innan fjölskyldunar og þau vandkvæði sem nútíminn í. Og þetta eina musterið fyrir utan hljómleikasalinn og kirkjurnar, þar sem fólk kemur saman, sest niður, þekkir ekki neinn í salnum. Og það upplifir sammannlega tilfinningu ef það tekst að bera tekstan fram á sviðinu á réttan hátt. Og slekkur á farsímanum. Að ógleymdu því, þeir eru ennþá hringjandi í miðjum sýningum þó að fólk sé varað við því í upphafi, slökkvið á símanum. En þetta eru einu salir þar sem fólk slekkur á símanum. Það leikhúsið, tónleikasalurinn og kirkjan. Þetta eru hofin og við eigum fínt hof. Við þurfum að fylla það að lífi, þjóðarinnar, leikhúsgestum á öllum aldri. En að því að þú ert svona áskorandi í frambúðinu, að því að uppstillingarnefnd kemur fram með og stillir upp Magnúsi Ragnarssoni sem formanni sem kunnur sjálfstæðismaður. Þegar þú varst að tala formannin, þá var þetta allt meira og minna sjálfstæðisfólk. Það einhver svona hefð orðin að sjálfstæðisflokkurinn eigi formannin? Eins og raunverulega í útvarpsstjórunum? Að sjálfstæðisflokkurinn fær búin að fá að velja formannin í útvarpsstjóran þar í 45 ára. Já, ég held að síðasti formaður Leikfélags Reykjavíkur sem að var ekki með pólitískt yfirbragð, skulum við segja, hafi verið Jóhann Jóhannsson. Þaðan í frá þá hefur án þess þó að þetta fólk allt saman beri skírteinin utan á sér að þá hefur stjórn Leikfélags Reykjavíkur
borið þann svip að þar var ég fyrir formennsku sjálfstæðismenn og þar sé ákveðin hluti stjórnarmanna fyrrverandi eða núverandi starfsmenn samtaka atvinnulífsins. Það kann að vera klókt að það erfitt að fara móti þessum öflum í samfélaginu og það sé betra að hafa þá, eins og stundum sagt, inn í tjaldinu og pissa út. Það erfitt að standast andstöðu viðskiptaráðs samtaka atvinnulífsins Sjálfstæðisflokksins. Þannig að kannski þetta lærdómur leikfélagsins að það sé best að leyfa þeim bara að hafa. Það náttúrulega var á sínum tíma að þá var það alveg auðsýnilega stefna þeirra sem að voru ábyrgandi í starfi leikfélagsins. Eftir viðarsmálinu þá má segja að það hafi að vissuleyti kólnað sambandið við meirihluta, ráðandi meirihluta í Reykjavík. Og svona ákveðið fálæti sem að þar var alveg þangað til að Ingibjörg stóð að því með Þórhildi að þessi viðbygging var reist. Það var talið, held ég, á þess þó ég hafi rekið garnir úr þeim sem að voru þar í forsvari, að það væri hollt fyrir leikfélagið að eiga skjól í Morgunblaðinu og Sjálfstæðisflokknum. Þess vegna kom Styrmir Gunnarsson inn í stjórn Leikfélags Reykjavíkur. Þó að hann ætti náttúrulega ættir að rekja. Árni Avans var einn af forkólum leikfélagsins á fyrstu áratugum þess. Þannig að sömuleiðis Valur Valsson hjá Íslandsbanka, hann var sem sagt kominn af leikfélagsættum. Það voru ákveðnar fjölskyldur sem báru leikfélagið upp alveg til 1930 sem að voru mjög valdamiklar í samfélaginu. Þarf ekki að draga neina dul á það. Með Styrmi kemur Inga Jóna inn og það var að vissuleyti ákveðin skýr tilraun til þess að fá annað valdajafnvægi innan stjórnarinnar sem að hafði verið í upplausn vegna innri átaka fyrst og fremst leikandahópsins. Þetta hefur verið greint í erlendum fræðiritum sem ákveðin uppgjöf í því að listamenn reki sýningarými. Og við getum farið yfir alla söguna, farið yfir tónlistarlífið og hvernig það var, farið yfir myndlistarlífið, hvernig það var. Öll þessi fyrirbæri, tilraunir listamanna til þess að búa til sýningarvettvang fyrir sig, hún lendir oft í persónulegum og pólitískum ógöngum. Hún getur bara lifað tiltekinn tíma. Já, hún sem sagt... Hún sprettur af hugsjón. Já, hún sprettur af hugsjón og hún verður til í má segja ákveðinni eindrægni, eins og til dæmis átökin sem verða innan myndlistamanna sem snúast bara fyrst og fremst fíguratíva list og abstrakt, þau voru heftarleg. Við vorum með rithöfundafélög hér sem að voru nánast flokksbundin. Þau eru í hvoru félaginu ætlar að vera. Já. Nei, ég nefndi þetta bara með það sem svona sjálfsprotti getur við hægt en byggt af svona hugsjón til samanburðar við það sem stofnun og stofnunarvætt. Það sem stofnun og stofnunarvætt hefur tilningu til þess að geta lifa lengur af því að hugsjónin persónubundin og hún oft tengd ákveðnum persónum og einhverjum fleiri ákveðni svona innkomu inn í listalífið á einhverju erindi sem að vegna þess að heimurinn síkugur að þá dugar það ekki lengi og þegar kannski sú hugsjón hefur dofnað eða það erindi ekki jafnt brýnt að þá situr eftir átökin á milli fólks sem oft eyðileggja sig félag. Í sögu leikfélagsins þá gerist það náttúrulega það leyti sem að ég hafði eitthvað það að segja fyrir 25 árum að þá var til dæmis leikfélagið gert að sjálfsvarnarstofnun. Það hafði bara verið félag og þá náttúrulega það lent inn í lagaumhverfi sjálfsvarnarstofnunna og það þegar maður skoðar sögu sjálfsvarnarstofnunna á Íslandi frá segja 1920 að þá kemur alltaf upp í þeim ákveðin, það svona uppdráttarsýki sem að getur farið að einkenna þær fyrst og fremst þannig að stjórnunarformið staðnar
og þær hafa tilhneigingu til þess að ein stjórn getur aðra sjálfu sér og það endar með því að þú ert komið með einhvern hring af einhverjum starfsmönnum sem að bara skipa lagsbræðu sína í stjórn. Og klíkuræði. Já, ákveði klíkuræði. Það eina sem að getur komið í veg fyrir það að það verði örlög Leikfélags Reykjavíkur er það að félagið sé virt. Hefur félagið tilnefningu í stjórn sjálfseignarstofnunarinnar? Eða er það gegnir stjórn Leikfélagsins? Stjórn Leikfélagsins, hún gegnir í samræmi við lögin nánast því hlutverki sem fulltrúaráð sjálfseignarstofnunar ákveður. Þannig það er verið að kjósa og það sem að þú vilt er að þá efla leikfélagi til þess að það endurnærist, til þess að geta staðið undir þessu hlutverki. Já, ég vil gera þá kröfu til þeirra sem eru í Leikfélagi Reykjavíkur að þeir átti sig á því að þeir hafa ákveðna hugsjónulega skyldu gagnvart viðgangi sviðslistana í borginni. Og þá væri þá félagið vettvangur til líklega umræðuna og... Það gæti orðið það. Við því miður þá gerðist það í kjölfar viðarsmálana að leikhópurinn, hann tók að forðast félagið. Hann vildi ekki lenda aftur í þessum eldi og ég finn það núna þegar að það er verið að gera einhverja svona kröfu á félagið og á leikarahópin og leikarastéttina og leikstjórastéttina. Þetta er ekkert smávegis, þetta er 400-500 manna starfsgrein í rauninni sem er að vinna við sviðslistirnar og þá erum við ekki að taka dansarana með. Að fólk er hrætt við ábyrgðina. Fólk er hrætt við það að það sé að lenda í einhverju eldskýrð. Kannski er það hrætt bara við flokkadrætti og svo vinnur hinn hópurinn og þá verð ég bara rekinn. Já. Eða þá ég er alltaf gæinn sem að deyr fyrstur í leikritinu. Ég meina, það fyrsta sem að ég spurður að þegar ég tala við fólk úr leikhúsbransanum í kjölfar þess að ég næ saman ágætum hópi mjög reyns fólks, hver talaði við þau? Voru þau stoppuð? Með náttúrulega hugsunarháttur sem að er, ég veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa honum. Í fyrsta lagi náttúrulega engar sannanir fyrir því og það er tóma getsakir sem er á bak við það. En við þekkjum það náttúrulega bara úr pólitísku lífi í sveitarstjórnum, í pólitík sveitarstjórnana, þar sem að þú ert komið með mikla nánd í þorpinu eða héraðinu eða hvernig sem er, að þá fara menn alltaf út í einhverja svona spekulasjónir. Mitt framboð er fyrst og fremst málefnanlegt framboð. Það er erfitt í þröngum hópi. Harðvitustu kosningabarátturnar á Íslandi eru prestkosningar í fámennum söfnuðum. Já, enda var náttúrulega ákveðið að bara taka það vald af sóknunum og bara setja það í hendurnar á biskup. Það gekk svo illa að það var heila niðurstaðan, þetta væri ekki hægt að kljúfa söfnuði með þessum hætti, að láta það fara að velja. En þú ætlar að gera það, þannig að þú ert einn í frambóði á þínu lista. Má ég spyrja því að daginn eftir segja allir, nei, ég er ekkert á þessu lista. Má vera að þú í ákafa þínum hafi leitað til fólks og tekið það að þau sögðu ekki þvert nei við þig, að tekið það sem ég ái? Frá því í byrjun ágúst þegar ég fer að ná þessum hópi saman að þá verður náttúrulega til skjalleg gögn sem sýna það að alveg fram yfir það að framboðið var afhent að þá voru allir á bátnum. Já. Þannig það er einhvern veginn kemur ágjöf sem það að við erum síst af öllu viljum við rugga bátnum. Já. Og þá fer fólk bara... Já. Og hvað er við því að segja? Við því er ekkert að segja annað en það er verulegur missir af þér, elsku vinur. Þú hefur alveg ótrúlega reynslu. Þess vegna valdi ég þig. Þú hefur sérþekkingu á ákveðnum sviðum sem að væri æskilegt að væri inn í stjórn. En ég virði fullkomlega að þú viljir ekki vera í þessu framboði. Hvenær er kosið? Kosið 28.3. klukkan 8. Ég ætti ekki að sé að fá Magnús Ragnarsson. Þeir sem að gætu haft einhvern áhuga á því að vera í þessu félagi, þá má náttúrulega bara taka það fram að það er að sækja inngöngu í félagið á heimasíðu.
Og allir fá að kjósa. Borgarleikhússins. Allir fá að kjósa. Það ekki alveg ljóst. Við eigum eftir að sjá framkvæmt þess hvað núverandi stjórn virðir umsóknir inn í félagið lengi áður en að fundurinn hefst. Það kostar 6.000 krónur að gangi félagið. Því miður þá hefur félagsstarfið ekki verið þannig að það sé endurgjöf í því, þó að það sé náttúrulega alveg fulljóst að menn sem að ætla að vera í þessu félagi, þeir hafa ákveðin forgang á því að komast á ódýran hátt á sýningar leikhússins. Þó ekki væri nema það sem að til dæmis félagar í rithöfundasambandinu hafa, að geta nálgast ódýra miða þegar sýningar seljast ekki. Og hvað á ég ekki bara hafa eftir þér, skynja hvað segir alltaf í... Ég segi að við sitjum hérna til þess að reyna að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf í leiðinu. Til þess Leikfélag Reykjavíkur líka. En ég samt að velta fyrir mig, hvernig þú sérð fyrir þér starfsemi leikfélagsins? Af því að það hérna eftir með stofnun og ég þekki þetta sömuleyti af því að ég var í stjórn SA á tímabili. Það sem er með almennt félag sem að rekur mikilvæga starfsemi og starfsemin verður að vera fagleg, þannig hún verður að sinna því, þannig verður að bera virðingu fyrir svona faglegum uppbyggingu leikhópsins og annað slíkt. Það ekkert að fá áhuga manna félag og fara að segja atvinnuminnum hvað þau að gera, þó að þín stjórn hafi meira og minna verið atvinnufólk úr leikfélaginu sem á kannski ekki við þá stjórn sem að uppstillingarnefndin lagði fram. Þannig þetta er svona flóki hvað átt að gera við, hvernig get ég haldið lífi í félaginu, það sem að megin verkefni er raunverulega mjög þungur rekstur og áhættusamur, að þú mátt ekki mistiga því, þá getur þú mistið það. Þannig að það sem ég er að velta hvernig þú sérð fyrir þér að halda lífi í leikfélaginu sem félagi til hliðar við það að bera ábyrgð á þessu rekstri. Mjög góð spurning. Eigum að hittast einu sinni í mánuði og tala leiklist og... Í fyrsta lagi þá má náttúrulega gera ráð fyrir því að innan félagsins geti orðið umræða þær áætlanir og undirbúning af þeim áætlunum sem leikhússtjórinn á að leggja fram. Það kemur til dæmis í ljós sem að skoðar samning Reykjavíkurborgar frá því í nóvember á síðast ári. Að Reykjavíkurborg, hún hefur búið til ákveðin ventil fyrir starfsemi félagsins. Það verður á hverjum tíma á 3 mánaða fresti að gera grein fyrir þeim ráðagerðum sem eru upp í félaginu. Hvaða sýningar eru væntanlegar, hvernig þær eru fjármagnar og svo framvegis. Og það er náttúrulega fullkomlega eðlilegt að leikhússtjórinn, hann gerir bæði starfsmönnum og félögum grein fyrir því hvað hann ætlar sér á hverjum tíma. Svo dæmi sér tekið. Síðan væri náttúrulega mjög hollt fyrir þetta leikhús og öll önnur leikhús sem að vilja ná einhverjum árangri að það sé rætt þær sýningar sem eru yfirstaðnar. Hvað náðist í þeim? Hvort sem að það er gert með einhverjum mönnum á palli, jafnvel mönnum utan á bæ. Þannig að það sé einhver diskussjón það hver voru markmiðin, hvað náðist. Vegna þess að í vinnuhópnum, í tilviki Borgarleikhússins eru 170 manns. Þetta er stór vinnustaður. Að þá náttúrulega þurfa menn aðeins að meta hvað voru við að gera. Var þetta bara, eða lokuðu við bara þessum kafla og tölum aldrei hann meir? Já, það mætti vera meiri umræðu, ég fagna því. Þú ert að benda á það og ég trú á umræðu í samfélaginu. Í öllum samtökum listamanna sem eru starfandi. Ég hef unnið, er reyndar þáttakandi bæði í rithöfundasambandinu og nokkrum félögum, að þá eru menn stöðugt að takast á við þetta. Hvernig gekk þetta? Náðu við árangri? Erum við að ná árangri? Hverjir eru að fá framgang? Erum við að horfa á rétta endurnýjun til dæmis á starfskröftum leikhúsuna, alls landsins, allra áhugamannafélagana, skólana í þessari stóru hreyfingu sem leikhreyfingin er. Hún nær alveg niður í barnaskóla. Erum við að ná einhverjum árangri þar? Er fagfólk til dæmis að fara inn í forskólan, grunnskólan, framhaldsskólan, háskólan og búa til þennan vettvang fyrir þessa ótrúlega frumstæðu þörf okkar að leika eitthvað annað en við erum, sem er frelsandi athöfn og þroskandi.
Á öllu þessu svæði, til dæmis í leikstjórafélögum, þá er bara verið að tala um það. Hvað eru menn að fá í laun á Hornafirði núna til þess að setja upp einhvern farsa? Hverjar eru á aðstæðunar? Þurftum við að fá rosalega mikið lánaða kosturum? Hver sá sönginn? Og svona. Þetta er bara hreyfing sem er virk í landinu, hún er falin, nema þegar hún mætir áhorfendum á seldum sýningum. En á síðustu öld þá fóru leikfélög í skólan og hlera. Maður myndi nú ætla það að því að félagsrýmið okkar hefur breyst, að félagsrýmið komið inn í alls konar hluti í símanum okkar og tölvun okkar. Er eitthvað í þessu að leikhús eigi að fara inn í önnur félagsrými? Sko, leikhúsið hefur náttúrulega fyrst og fremst verið alveg frá því að í Borgarleikhúsinu alveg frá fyrsta starfsári. Þegar að Soffía Jakobsdóttir bryddaði upp á því að vera með barnasýningu og heill árgangur var tekin inn. Síðan hefur það verið í leikhúsunum alveg fastur passi. Og það sækja fólkið í leikhúsið, frekar heldur en að fara með leikhúsið út. Já. Þannig það er ekki. Þannig eitt í loki kannski. Er það ekki svolítið stort afrek að þú segir að séu svona 500 mann sem hafa atvinna leikhúsið, ég þess að ég fleiri, sko, og telur allt saman til. Það eru, hvað það eru, 180 mann sem að vinna? Það eru 400 manns í leikarafélaginu. Já. Það eru 100 manns í leikstjórafélaginu. Ég veit ekki hvað það eru margir virkir núna í leikskáldafélaginu. Þetta er stór félagsleg hreyfing. Sem bara 600-700 manns sem að skilgreina sig að það sem tilhærandi starfstétt sem mætti hafa tekjur af list sinni. 180 mann sem að vinna í leikhúsinu, 100.000 Íslendingar sem kom í leikhúsu hverju ári. Er það ekki stórkostlegt afrek að séu bara 100 manns í leikfélaginu? Jú, það er náttúrulega, ég hef spurt sjálfan mig svolítið að því. Það er fleiri í dúfnar eftir félaginu. Ég var náttúrulega einn af þeim sem stóð fyrir því að opna þetta félag á sínum tíma. Af því ég taldi að það væri nauðsynlegt fyrir félagið ef það ætti að þrífast, að það væri opið öllum þeim starfskröftum sem eru að vinna í atvinnu eða mennta sig í atvinnuskyni fyrir þennan miðil. Að það ætti ekki að vera bara lokaður klúbbur þeirra sem að vinna á kvöldin í Borgarleikhúsinu. Ég vildi fá stærri vettvang. Mér sýnist þá framkvæmt síðustu ára og ég reyndar hvarfa þessum vettvangi og hætti að fylgjast með honum eins og ég gerði áður, að sú tilraun hún hef ekki tekist, og þá getur maður bara gert annað. Ef maður hefur trú á hugsjóninni, þá reynir maður bara aftur. Herðu, Páll Baldvin, takk fyrir að koma hingað og ræða leikfélagi Reykjavíkur. Takk. Og eins og hér hefur margsinnis komið fram að þá sitjum við við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli í þeirri leið er eftir augnablik. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.